Lokaverkefni mitt Djöflaeyjan. Ég heiti Benjamin Jón. Ég er fæddur og uppalinn á Akureyri en var viðkomur á Þórshöfn. Tók grunnskólagönguna mína þar. Ég lærði rafvirkjun hjá VMA og er komið sveinspróf í því. Ég er að vinna hjá Rafeyri og er að ljúka stúdísnámi hjá NTR núna jólin. Framtíðarplön er að halda áfram í námi í háskólastigi og áhugamál mín eru bílar, bílasport ásamt bardaíþróttum og fótbolta. Bók sem gerist í Reykjavík upp úr lokum síðari heimsstyrjaldar, þar sem voru braggar sem hermenn skildu eftir og settist þar að fjölskyldur sem bjuggu við fátækt og áttu ekkert annarra kosta völ. Þarna er stór fjölskylda sem reynir að komast að því svo að oft sé erfitt þá eru góðar og skemmtilega stundir inn á milli. Höfundur bókarinnar er Einar Kárason og fæddist hann í Reykjavík árið 1955. Hann lærði bókmenntir við Háskóla Íslands. Einar stundaði ýmsar vinnur, þar á meðal var hann til sjós tíma í kringum 1980, flytur hann til Danmörku og sest þar við skriftir og kemur fyrst skáldsaga út 1981. Og hefur hann verið geysi vinsæll höfundur og þessi bók þar sem Djöflaeyjan rís kom honum á kortið með vinsældum sínum og hefur hún verið endursögð bæði í leikhúsi og í kvikmyndum. Síðan þá hafa komið margar góðar bækur út eftir hann. Þessi saga gerist á eftirstríðsárunum hér á Íslandi og er líf í braggahverfum sem var í Reykjavík. Og þarna við að horfa til hvernig fjölskyldulífið er hjá fólki sem virðist ekki vera með allt sitt á hreinu og gekk þar á ýmsu. Þarna mikil drykkja og slagsmál voru tíð við sama tilefni. Þessi saga er að mestu hvernig hann Baddi lifir lífinu og hans félagar. Þetta er uppeldissaga ógæfu fólks sem safnast hefur saman í braggahverfinu og hvernig það tekst á við lífið þó á móti blási. Í stuttu máli þá kynnist við Badda og vinum hans ásamt fjölskyldu og hvernig tekist á við daglega amstur og þegar allt fer á versta veg, hvernig Tommi gamli gengur alltaf í að redda öllum hlutum sem aflaga fara. Þarna er verið að fjalla hvernig lífið var og hvernig misskiptingi í þjóðfélaginu var mikil. Tíðarandi þar sem Íslendingar eru að reyna að aðlaga að borgarmenningu eftir að vera aldrei upp í torfbærum. Þessi saga stendur upp úr sökum þess að auðvelt er að lifa sig inn í söguna og eftir að hafa kynnt mér meira á hverjum hún byggir þá nær maður að tengja vel við söguna og sjá sjónarhornið sem sögumaður er að leika með. Þarna er verið að fjalla veruleika sem vel væri hægt að snúa upp á í dag. Þó svo aðrir tímar þá eru mörg vandamál sem fjallað til staðar í nútíma þjóðfélagi. Skemmtileg bók sem náði vel til mín og gat ég lifað mig inn í lesturinn og eftir að hafa séð myndina sem er gerð upp úr bókinni þá sér maður líka betur og tengir enn eftir viss ástæðuna á þessum tíma. Takk fyrir mig.